Hérna ætlum við að fara sem sagt, yfir gamalt próf því að við erum að undirbúa okkur undir próf 2 vélgæslukerfið og hérna erum við þá með fyrstu spurninguna sem að er þá einhvern hlut af rásinni. Þetta gæti verið ekki bara spurt minni á bilun, þetta gæti líka verið spurt hvernig EC2 sem sagt tæmerinn virkar, 555 rásinn til dæmis og einhverjir fleiri hlutar af rásinni. En skoðum hvað er á ferðinni hérna. Hér erum við með fyrsta nandhliðið í rásinni og við tökum út frá því inn á 2 nandhlið sem verður tengt saman eins og minnisþáttur og svo stendur hérna kvittun. Síðan sjáum við að þetta er díóða 2 sem var rauðaljósið og transistor 1. Þannig að þetta er greinilega minni á bilun og hlutverk rásarinnar er sem sagt að halda inni upplýsingum hvaðan bilunin kom ef að lagast að sjálfu sér ástandið á viðkomandi biluningangi. Og svona sjá, hérna höfum við einhvern texta. Þið hafið líka þennan texta í lausninni. Ég hef búinn að opna fyrir lausnina á innunni og það er undir efni og við skoðum hvar við finnum það. Hérna er undir efni og hér eru sem sagt prófin, æfingaprófin og hérna er undir æfingapróf 2 og þetta er hérna æfingapróf 2 frá 2015 lausn. Þannig að þið hafið aðgang að þessari lausn ef að þið missið af einhverju í þessari yfirferð. En þannig að hér er hægt að segja að þetta sé minnisrás fyrir bilun og virkar þannig að lágt gildi inn á pinna 8 sem sagt á minnisþættinum er sett merki sem gefur okkur lágt gildi á útgang 11 hérna og þá fáum við leiðnikerning gegnum beisarásina og transistorinn fer að leiða og heldur þeirri stöðu þar til að við kvittum. Þar til við setjum lágt gildi hér, þá kemur aftur hár út á 11 og þá hættir transistorinn að leiða strauminn á ljósstíðana, þannig að það slokknar á D2 ljósstíðanni. Þannig virkar það. Nokkrar spurningar þetta. Við skulum þá halda áfram í lið 2 hérna. Hér var tafla í prófinu sem sagt mælingarniðurstöður og við erum að nota þessar upplýsingar í töflunni til þess að finna spennuna yfir R4 þegar að D3 lýsir. D3 er hérna, þetta er græna ljósið og við erum að finna spennuna yfir R4. Við þurfum að athuga hvað er þá í gangi, þá hvort það er í lagi eða bilun. Þegar D3 lýsir, þetta var græna ljósið eins og við munið, að frá transistor 2, að þá ætti staðan að vera í lagi. Þannig að þá þurfum við að skoða mælingarnar í þeirri línu. Mælingarnar á mælipunktum 3 og 4, því það er spennan yfir R4. Og ef það er einhver spennu munur þar á milli,
endana þarna milli 3 og 4, að þá það í rauninni spennan yfir R4. Þá skoðum við það hérna. Hérna mælipunktur 3 í lagi, það 0,02 volt og það vegna þess að það lágt hérna út á útganginum á NAND-hliðinu í C1B og síðan mælum við 4,44 volt á base á transistor 2 og þá mismunurinn milli þessara tveggja spenna, það spennufallið yfir R4. Þannig að þá draugum við bara 0,02 volt frá 4,44 og fáum 4,42 volt. Það niðurstaðan. Og þetta gæti líka verið hérna hægt að finna út ef að bilun væri að ræða, þá gætum við, ef að væri spurt það, þá væri D2 að lýsa og þá myndum við vera með spennufall milli mælipunktar 5 og mælipunktar 2. Og þá bilun hérna, þá 2 í 0 voltum og 5 væri með 4,44 volt. Og þá myndum við ekki draga neitt frá af því það 0 volt hérna frá 4,44, þannig að þá væri spennan yfir R3 4,44 volt ef væri spurt spenna yfir R3. En sem sagt, þannig að þá hægt að svara þessu einhvern veginn á þessa leið hérna að við draugum 0,02 volt frá 4,44 þegar við erum með mótstöðu R4 og þá þetta 4,42 volt spennufall yfir R4. Þið eru alveg klárið í þetta, ekki? Tilbúinir í þetta? Gott mál. Þá, ef það engar sérstakar spurningar út varðandi þetta, þá förum við bara í næsta lið. Hérna erum við með lið 3. Hvernig lýsir það sér í virkni rásarinnar ef díóðan D1 tengt öfugt á tengimynd 1? Það sem sagt díóðan hérna D1, ef hún væri öfugt, eins og þessari mynd hérna núna, þá hún rétt og við getum alltaf tjekkað á því, sko, ef að við fáum svona mynd, díóðan að snúa rétt á þessari mynd og skoðið af því að báðar myndirnar, það eru hérna líka bara fyrir neðan og líka aftast í skjalinu, þá eru báðar myndirnar þar, þannig að það alveg öruggt mál að hún snýr rétt hérna á þessari mynd og þá skoðum við spurningana. Hvernig það lýsir sér ef díóðan tengt öfugt. Þá myndum við fá uppleiðslustraum á þéttin hérna bara í gegnum R1 sem að mjög lítið, það í rauninni 2,2 kilóohm miðað við að R2 1 megaohm. Við getum líka séð, ef við þurfum að rifja upp stærðirnar á mótstöðunum, þá getum við séð mótstöðu stærðirnar hérna aftast í skjalinu. Sjáum við mótstöðurnar. R1 og R2. Sjáum að R1 hérna, R1 2,2 kilóohm og R2 1 megaohm. Þannig að það, ef díóðan hleypir straumnum fram hjá 1 megaohma viðnáminu, R2, þá þéttirinn miklu fljótara að hlaðast upp. Þá sjáum við að hérna, þá myndi straumurinn fara í gegnum R1 og í gegnum díóð 1 ef hún snýri öfugt og hleður þéttin hratt upp og þá rauninni eiginlega engin töf á biluninni. Bilunin rýkur bara strax inn þegar viðvörunarrofinn myndi rjúfa. Og það það sem myndi gerast. Þannig myndi rásinn virka
að það væri engin töf á biluninni. Hins vegar, þegar við myndum tengja aftur viðvörun á rofan eða bilunin myndi lagast að sjálfu sér, að þá myndi afhleðslustraumur þéttisins, hann myndi þá ekki komast í gegnum díóðana ef hún væri öfugt tengd, heldur afhleðslustraumurinn færi í gegnum R2. Þá yrði hins vegar töf á því að við fengjum græna ljósið aftur, skiljið. Sjálfsagt prófuðu þetta jáfnvel þegar við vorum að tengja þetta upp. Og þetta kom upp á að díóðan var öfugt tengd og þá var engin töf, en það var töf á því að græna ljósið kæmi aftur. Þannig virkar þetta. Eins gæti eitthvað verið upp á tenningum. Hvað myndi gerast ef að díóðan væri slitinn eða úr sambandi? Hvernig myndi þetta virka? Já, þá væri töf við bæði, skilirinn, þess að sagt atriðin. Bæði við uppleiðsluna, þá væri eðlilegt töf á bilunni og síðan væri líka töf á því að við fengjum aftur grænljósið. Þá færi afhleðslustraumurinn gegnum R2 ef að díóðan væri rofin, ekki í sambandi. En ef að díóðan væri skammhleypt, hvað myndi þá gerast? Já, jafn snögg inn og út, já. Þá myndi uppleiðslustraumurinn fara beint í gegnum skammhlaupið hérna og inn á þéttin. Það væri fljótara að hlaðast upp og líka fljótara að hlaðast. Alveg rétt. Þannig myndi það virka. Ok, ljómandi, þá held ég að við sem með svona flest atriði varandi sem gæti komið upp varandi einhvern veginn svona smurðingu. Síðan spurt hérna í 4, hvaða áhrif hefur það á útgang EC1b? Við finna hver útgangur EC1b. Við séum hérna EC1a, hérna EC1b, það sem sagt NAND hliðið sem hægra megin hérna í rásinni, tengimynd 1. Sem sagt, ef annar inngangur NAND hliðsins tengdur í 0 volt, ef að þetta hefði óvart tengd, ef við verðum að tengja þetta upp og við hefum tengt óvart annan innganginn niður í mínus. Það verður semst ekki samtengt á milli hliðana, heldur annar endinn til jarðar, eins og sýnt hérna á myndinni. Þá þurftum við að rifja upp virkni hliðsins eða sannleikatöfluna fyrir NAND. Hvernig staðan ef að annar inngangur á NAND hliði í 0? Ok. Tekkum aðeins á sannleikatöflu fyrir NAND. NAND og þá sjáum við hérna að sjáum við, ef að 0 inn alltaf, ef að annar inngangurinn var alltaf 0, já, þetta hérna, ef annar inngangurinn var alltaf 0, þá sjáum við það að þá væri útgangurinn hvernig? Það væri alltaf hár, sjáum við. Það væri hár á útgangi. Sjáum það út frá sannleikatöflunni. Það væri 1 á útgangi. Hann væri fastur í háum. Það það sem að við myndum svara. Og útgangurinn, hann væri fastur í háu gildi. Þetta sáum við út frá sannleikatöflunni.
svo eru fleiri atriði sem að gætu komið upp. Hvað myndi gerast ef að inngangurinn væri laus frátengdur? Við köllum að hann sé fljótandi. Ef hann er ekki tengdur niður í mínus, ekki tengdur upp í plús, heldur ef hann væri fljótandi, hvað myndi þá gerast með útganginn? Fljótandi? Já, hann er ótengdur. Ótengdur? Inngangurinn er ótengdur, já. Tengdur hann saman eða? Er ekki tengdir saman? Nei. Nei, ég segi ekki loftbíldir áfram, eða ekki með nú? Nei, ef maður er með hann ótengdan, þá mælum við á svona einhvers staðar millibils ástand á útganginu. Þess vegna í svona sviðsáhrifa transistorum við þurfum að tengja inngangana annarkvort í háttgildi eða láttgildi til þess að fá ákveðna stöðu á útgangi annarkvort hátt eða láttgildi. Annars mælum við bara spennu sem er kringum hálfa spennugjafarspennu. Ef við erum með 5 volt eins og hérna, þá getum við að mæla kringum kannski milli 2,3 upp í 2,5 eða 2,6 eða 7 volt. Þá myndum við vera með útganginn í einhverju millistöðu, skilji. Þá væri bara rásinn biluð. Sem sagt, þá væri þessi inngangur, hann væri óvirkur alveg. Við getum ekkert notað hann. Þá er í rauninni líka útgangurinn að segja fljótandi. Því ef maður kæmi bara með, kæmi kannski bara með hendina eitthvað nálægt plötunni, að þá myndi staðan á útganginum breytast. Vegna þess að þetta fer eftir rafsviði. Þá kæmum við værum kannski búin að hlaða okkur upp með kannski svona 500 volta spennu eða kannski upp í 3000 volta spennu. Ef við lappað eftir einhverju gólfi og við erum hlaðinir upp, að þá myndum við vera með mikið rafsvið út frá okkur og þá myndi hafa greinilega áhrif á þetta hlið til dæmis. Ok, þannig að hins vegar, einn atriði eftir. Ef að þessi inngangur væri tengdur í plús 5 volt, hvað væri þá í gangi? Og við erum að nota þetta sem eins og NAND, nei NOT, já við erum með NAND-lið, við notum það eins og NOT. Hvað myndi þá vera? Sjáum við hérna á þessu, hvað myndi gerast? Sko, þá erum við í rauninni bara að tala þetta svæði hérna, ekki satt? Þá er annar inngangurinn, hann er með háttgildi, sjáu þið. Hérna er hár og hérna er hár. Og ef að hinn inngangurinn er 0, sem að við ætlum að breyta með neitun í 1, já, ok, það virkar, 0 verður 1. Allt í lagi? Aha, ef að inngangurinn færi síðan í háttgildi, 1, ok, 1 verður 0. Nú, sjáu, er þetta ekki bara allt í lagi? Þetta er allt í lagi. Þetta er bara í fína standi. Þannig að í vélgreiðslukerfinu, í stað þess að þið tengdu saman inngangana hérna, þá hefðu þið mátt tengja annan innganginn beint upp í plús 5 volt. Þá virkar rásinn nákvæmlega eins. Ok, þá vitum við það. Þannig að þá svariði því bara ef að annar inngangur væri tengdur í plús 5 volt, að þá myndum við segja það er bara allt í fína lagi með rásina. Hún virkar alveg nákvæmlega eins og hann á að gera. Ok, þá erum við búin að fara í gegnum alla þessa möguleika. Síðan er spurt hérna ljóstengi. Við vorum með 2 mismunandi ljóstengi í vélgreiðslukerfinu. Annað ljóstengi var notað til þess að fylgjast með spennu á 230 voltunum og fá upplýsingar inn á innganginn. Þá var transistorinn eins og viðvörunarrofi. Hann rauf strauminn í gegnum sig ef að
230 voltin voru ekki til staðar. Ef slökkt var á 230 volta kerfinu að þá komu viðvörun, þá rauf transistorinn og þannig er hlutverk sem sagt ljóstengisins að einangra þessi spennukerfi frá hvoru öðru. 230 voltin sem mun hærri spenna heldur en 5 volta spennan sem er á stýrirásinni. Við erum að einangra hérna með þessu ljóstengi en við getum fengið merki hérna í gegn. Við getum fengið að vita hvort það er straumur á kerfinu eða ekki. Þannig að það er hlutverki að einangra spennukerfi og hitt hlutverkið er að gefa merki á milli spennukerfa. Og hérna vorum við sem sagt að fylgjast með 230 volta spennu. Í hinu tilfellinu þá vorum við að senda spennu eða senda merki og út til þess að kveikja á flautu. Þannig að þá náðum við því hérna. Já, hérna vorum við með flautuna, já, og hérna er myndin af því hvernig við sendum sem sagt merki frá 5 volta stýringunni hjá okkur, sendum transistor í gegnum ljósdíóðu og ljósdíóðan lýsti á ljósnæman flöt á træjek, sem sagt gate á træjekinu, stýriskautin á træjekinum og hann gaf þá samband inn á stýriskautið, gateið, á stærri træjek sem að gaf straum inn á hverfiljós og flautu sem er tengt 230 voltum. Þannig að hérna erum við að fara hina leiðina, við erum að senda merki frá lágspenntri stýrirás, frá 5 volta kerfi, gefum ljósmerki inn á 230 volta kerfi og þetta einangrar mörg þúsund volt hérna á milli og en gefur boð yfir í annað spennukerfi. Það er tilgangur með ljóstenginu. Ok, nokkrar spurningar varðandi þetta. Þá skulum við venda okkur í næstu spurningu. Hér er spurningum blikkaran sem að er í seinni tengimyndinni. Þetta er sem sagt bara innviðirnir í honum og við sjáum líka sem sagt R10, C4 og R11 og R12 og við sjáum líka hérna hvernig þetta tengist við transistorinn, síðasta transistorinn í seinni rásinni. Við tengdum þá rás ekki upp en við förum í þetta bara svona bóklega hvernig sú rás vinnur og sem sagt við sjáum hérna viðnámið R10 og C4 og við getum farið í gegnum það hvernig að blikkarinn vinnur og sjáum það hvað ræður tíðni eða hraða blikksins sem að spurningin snerist Það er hérna. Það er spurt hérna hvaða íhlutir ráða tíðni eða hraða blikksins. Svo við sjá hérna hvernig að blikkarinn vinnur að við fáum ef það er háttgildi hérna inn á A þá er 0 út úr norðhliðinni hérna eða það er virkað eins og not og ef það er 0 hérna þá er hár út úr seinna norðhliðinu og ef það er hár hérna, fast gildi hár
og þá transistor 3 lokaður. Það engin spennumunur milli emitter og base. Transistorinn lokaður og slökkt á ljóstíðunni. Hins vegar, ef við fáum lágt gildi hérna inn á A, að þá byrjar þéttirinn að hlaðast upp í gegnum R10 og þá hérna verður hár hérna megin og aftur 0 hér svo að það ljóstíðan lýsir og þéttirinn hlaðast upp og þar af leiðandi þegar það kemur orðið hár hérna að þá skiptir hann aftur stöðu. Ef það kemur hár hérna þá aftur 0 hér og þá afhleðst þéttirinn hérna niður í mínus og þá sloknar á ljóstíðunni og svona gengur þetta koll af kolli. Síðan þegar komin nógu lágspenna hér að þá verður útgangurinn aftur hár og þá fer þéttirinn hlaðast upp. Þannig að það greinilegt að þéttirinn hleðst og afhleðst í gegnum R10. Þannig að C4 og R10 ráða hraða blikksins. Engir aðrir íhlutir ráða hraða blikksins. Við fáum í rauninni bara spennumælingu, hvað staðan á spennunni á þéttinum í gegnum R11. R11 gefur okkur bara spennu upplýsingar inn á B. En R10 og C4 ráða hraða blikksins. Þannig að þá við með þetta hérna, viðnámið R10 og þéttirinn C4 ráða hraða blikksins. Þau eru tengd yfir norðhliðið við C3D sem gefur nóttvirkni og margfeldi R og C gefur ákveðið tímastuðul. Og ef við breytum stærðunum R eða C, þá getum við breytt hraðanum á blikkinu. Förum aðeins í það, ef við myndum stækka R10, hvað myndi þá gerast með blikkið? Það myndi hægjast á því, já, þá þéttirinn lengur að hlaðast upp, alveg rétt. Og ef við myndum minnka stærðin á þéttinum, hvað myndi þá gerast? Og R10 var eins. Já, hraðar, já, það hraðar blikkið, alveg rétt. Við erum með þetta á hreinu, það ljómandi. Síðan, við vorum í lið 6, já, þá förum við í lið 7. Þá við að reikna út gildi sem að eru í kringum þessa rás hérna við aðgerðamagnarann. Þetta höfum við náttúrulega gert áður og undirbúið okkur áður, en hérna höfum við þetta aftur og við byrjum alltaf á því að athuga hvað hérna reiknum við út spennuna á U2 og þá gerum við það með því að leggja saman viðnámin, hérna 10 kg og 17 kg og þá fáum við hérna 27 kg, deilum þau upp í spennuna, fáum strauminn sem fer hérna niður og notum þá strauminn til þess að margfalda þá R-ið 17 kg til þess að fá spennuna hérna U2 og þá fáum við það hérna U2 sem sagt straumurinn sinnum viðnámið hérna R17 kg viðnámið, þá fáum við að spennan í tvistinum 3,1 volt. Byrjum á því og það þá í báðum tilfellum, bæði þegar NTC viðnámið kalt og NTC viðnámið heitt, því að þetta eru fastar stærðir og þá sama spenna í báðum tilfellum. Nú, síðan finnum við spennuna því við kalt ástand, þá NTC mótstaðan 15 kg og þá reiknum við það út frá, við finnum heildarviðnámið hérna, leggjum saman 15 kg og 14 kg og fáum hérna 29 kg, finnum strauminn í rásinni
og notum þannig straum til þess að finna út spennuna á Y3. Þá er þessi straumur Y sinnum 14 kΩ mótstöðvan, þessi hérna, sem tengd frá mínusinn á þristinn, og þá fáum við út að þar 2,4 volt. Síðan, þannig að það sem sagt, það lægri spenna á þristinum, þar að leiðandi lágt gildi út, og það gefið hérna, það sem sagt 1,8 volt. Og síðan talað það í textanum hérna að þegar spennunót á pinna 6 væri hágildi, þá skal munurinn á milli U2 og U3 vera 0,1 volt. Þannig að spennan á þristinum verður að vera 0,1 volti hærra heldur á tvistinum. Þá setjum við þessa spennu bara 0,1 volti hærra og þá getum við reiknað út frá því stærðina á NTC mótstöðinni. Og þá setjum við það inn, setjum hérna 3,2 volt, athugum hvað straumurinn þá í gegnum 14 kΩ mótstöðina, og hann þá hérna þessi 0,2286 mA. Þá getum við reiknað út stærðina á NTC mótstöðinni með því að segja að þá spennufallið yfir hana, það heildarspennan 5 voltinn mínus spennan, þessi 3,2 volt yfir 14 kΩ mótstöðina. Þannig að 5 volt mínus 3,2 volt og deilum með straumnum sem við vorum að reikna út. Þá fáum við það að stærð NTC mótstöðunar þegar að ástandið heitt, sem sagt 7,87 kilo. Þannig reiknum við þetta út og nú þurfum þið bara að æfa ykkur á þessu, taka autt blað og í prófinu og reikna þetta aftur og aftur þar til við búin að ná þessu rétt. Ok, nokkrar spurningar þetta, allt augljóst, gott mál. Og þá eru 2 spurningar eftir í þessu að lýsa því sem gerist í rásinni. Ef að viðvörunarróðin rífur, þá erum við bara almennt að fara í gegnum virknina í rásinni, rifja hana upp og segja frá henni í spurningu 8 hérna. Og þegar að viðvörunarróðin rífur, þá hleðst þéttirinn hægt og rólega í gegnum R1 og R2. Þegar að við erum komið með hátt gildi inn á inngangana hérna, þá verður lágt gildi á útgangi og við það, þá opnar transistor 1, hann fær beistraum hérna og D2 ljóstíðan, rauða ljóstíðan, lýsir. Og þegar lágt gildi hérna út á EC1A, þá náttúrulega lágt gildi á inngangana á EC1B sem veldur því að það kemur hátt gildi út á EC1B. Það þýðir, það engin spennumunur milli base og emitter á transistor 2, þannig að transistor 2 hann lokar og þar af leiðandi þá slokknar á grænu ljóstíðunni, D3. Við það að transistor 1 fer að leiða, þá fáum við hátt gildi hérna sem að kemur inn á EC2 sem að timer sem að býr til stuttan púls úr ákveðlandi merki og þá kemur í rauninni púlsinn út frá pinna 3 og þá erum við í rauninni búin að lýsa því sem gerist í rásinni. Og þessi texti ætti þá líka að taka á þessu. Þeir eru klárir á þessu, allt í lagi, þetta það sem þið voru búin að fara í gegnum og síðan skulum við lýsa því sem gerist í seinni tengimyndinni og við þurfum ekki að fara mjög mikið smáatriði varðandi alla þessa íhluti hérna 14 og 15 og R14 og 15 og C5 og D5. Við lýstum þessu í sjálfri
skýrslunni, en við fáum púls frá fyrir tengimyndinni frá pinna 3 á tæmernum, bilun út hérna inn á tengimynd 2. Ef við værum með marga bilunar einganga þá værum við með orhlið hérna til þess að sundurgreina eingangana, þeir mega ekki tengjast saman beint, heldur verða að fara í gegnum orhlið. En þar sem við vorum bara með eina tengingu af þessari rás hérna, þá vorum við bara með einn vír og beint inn á C5. Og þá kemur púlsinn hérna í gegnum C5 og púlsinn, hann berst hérna alla leið inn á innganginn á IC3A. Því að þéttirinn, hann í rauninni í byrjun, þá kemur púlsinn hérna, þá er þéttirinn óhlaðinn. Þegar púlsinn verður hár hérna, þá verður í rauninni í fyrsta augnablikinu verður hátt gildi hérna hægra megin við þéttin líka. Þannig að þess vegna verður líka spennan hægra megin við R15 með háttgildi. Þá kemur púlsinn hérna inn með háttgildi. En síðan þegar að púlsinn fer aftur í láttgildi hérna vinstra megin þéttin, þá afhleðst þéttirinn í gegnum R14 og R15, því að í gegnum R15 vegna þess að hann afhleðst í gegnum R15 vegna þess að þá verður í rauninni hægri hlið þéttisins með neikvæðri spennu heldur en mínusinn hérna. Af því að þessi hlið vinstra megin hérna fer niður í 0 volt aftur. Það er í rauninni þá jákvæða spennan á þéttinum, þá er jákvæði hlutin á þéttinum hérna megin, hann hefur jákvæða spennu hérna megin og þess vegna verður spennan á hægri hliðinni neikvæður. En við þurfum í rauninni ekki að lýsa því endilega í þessari lýsingu, því að við erum bara að lýsa því að það kemur hérna púls inn og háttgildi hérna inn skiptir minnisþættinum. Þar af leiðandi að þá verður 0 hérna við mælipunkti 8 og við það sem sagt ef við kemur 0 hér og það er 0 hérna líka vegna þess að viðnámið tengist inn í mínus og þá verður hár hérna á 9 og hár hérna inn á 9 hann heldur útganginum hérna í 0. Þannig að það verður viðvarandi 0 hérna þar til að við kvittum og þá erum við í rauninni bara að lýsa virkni minnisþáttarins að hann helst hérna í 0 og það þarf að vera láttgildi hérna til þess að blikkrásinn haldist í gangi. Því að þá, ef það er 0 hérna, þá ræður þessi inngangur hérna neðri inn á IC3C hvort að útgangurinn hérna er hár eða lár. Það fyrir eftir spennunni hérna inn á neðri innganginn. Og þá byrjar blikkrásinn að virka. Blikkrásinn fer í gang, sem sagt. Og ljósdíóðan hérna á endanum, hún blikkar. Það er í rauninni alveg nóg lýsing. En sem sagt, hún blikkar í rauninni þannig að þegar við fáum hérna láttgildi, þá verður hér hár á útganginum, þéttir fer að hlaðast upp og þegar er hár hér, þá er láttgildi hér og þá lýsir ljósdíóðan vegna þess að transistorinn opnar. Það er láttgildi hérna þar sem að fáum þá stýristraum gegnum beisinn niður í mínus í gegnum útganginn hérna á IC-rásinni og þá leiðir transistorinn og ljósdíóðan lýsir fyrsta augnablikið og meðan að þéttirinn að hlaðast upp eða með plús og þegar er komið nóg háspenna hérna inn í gegnum R11 að háttgildi hér og þá verður lár hérna og einn hér, þess vegna slokknar ljósdíóðinni og meðan er láttgildi þá afhleðst þéttirinn og þegar eru nógu láttgildi hérna megin
að þá skiptir aftur yfir í lágt gildi hér og þá er hár hér og lágt hér og ljóstíðan lýsir aftur. Svona gengur þetta koll á kolli og hann blikkar alveg þar til að við kvittum. Þegar við kvittum hérna, þá fáum við hátt gildi hérna inn á þennan minnstátt. Þar þýðir að það kemur 0 hérna og þá er 0 og 0 hérna sem gefur okkur 1 út á útganginn. Og þá stöðvast blikkrásin. Þegar það er stöðugur hár hérna sem gefur okkur 0 hérna sem verður 1 hér. Hár hér, þá er engin spennumunur milli base og emitter og díóðan er slökkt. Þá er transistorinn lokaður. Þá erum við alveg búin að lýsa virknina algjörlega í þaula en í rauninni fengjum við rétt fyrir það að segja að það kemur púls hérna inn og við fáum lágt gildi út á útganginn fyrir blikkrásina og blikkrásin fer í gang og transistorinn slekkur og kveikir á blikkljósinu og þar til við kvittum og þá sloknar á blikkljósinu. Það verður alveg nóg lýsing, skiljið. Ok, þá erum við búin að fara í gegnum þessi atriði, þessu prófi hér. Hérna eru bara eftir tengimyndirnar og stærðirnar á íhlutunum ef við þurfum að reikna eitthvað út og þetta er bara hvítt blað og síðan eru kannski einhverjar fleiri spurningar hérna úr eldri prófum. Það getur vel verið að ég hafi verið búin að opna fyrir, ég skal bara skoða það. Ef við höfum opnað fyrir einhver fleiri próf, getur verið. Já, það er hérna yfir eldri próf frá 2007 og 2008, það er svona fleiri spurningar sem við getum að farið í gegnum. Það rennt í gegnum bara stutt. Og þetta er nú þegar það sem við erum búin að svara, við lýsum því sem gerst á tengimynd 1 þegar að við erum á róðin rýfur og síðan hérna B, þá er farið til mælingatöflunni og við höfum að segja hvað við þurfum að gera ef við þurfum að nota NPN transistor í staðinn fyrir D2 ef að transistor 1 væri ónotaður og við myndum nota mælistöður úr verkefninu til þess að rökstyðja breytinguna. Ef að við myndum nota NPN transistor í staðinn fyrir þennan PNP, við vorum að tala um D2 var það ekki? Já, við vorum að tala um D2 hérna, að við setjum NPN transistor í staðinn. Og þá myndum við færa D2, tengja hann upp í plus og síðan myndum við tengja raðtengja náttúrulega R5 og hlutverkið á R5 er náttúrulega að hafa hæfilegan straum fyrir ljóstíðuna, verja ljóstíðuna fyrir of háum straum og náttúrulega transistorinn líka. Og ef við tökum þetta aðeins lítum á þetta og rissum inn á myndina, þá myndum við hafa þetta svona. Setjum þetta hérna og við myndum hafa NPN transistor og tengja hann hérna. Þá myndum við færa ljóstíðuna D2, tengja hana, við getum sett hana hérna upp í plus og tökum svo R5, rættengjum hana við, svona, og síðan værum við með transistor, þannig að
sem sagt, við myndum þá ekki nota þennan útgang hérna inn á transistorinn vegna þess að þá myndum við vera með öfugt merki. Við þurfum að vera með í rauninni háttgildi inn á. Þá þurfum við í rauninni að setja hérna R3 frá útgangi á EC1B hérna inn á transistorinn. Þá myndum við tengja hérna, sjá aðeins að laga þetta svona inn á R3 og síðan myndum við setja transistor sem að væri hérna. Við tengja þetta hérna inn á og við þurfum að fara með inngang inn á basin hérna hérna basin. Þú sem er kollektorinn, hann er þá hérna og hann þurfti að tengjast í viðnámið R5, við sjáum ekki lengur, númerið á og örinn á transistorum er hérna. Hérna kemur örinn. Svona og hérna. Svona. Þetta komum við NPN transistor og við færum hann aðeins lengra hérna svo að við getum tengt í viðnámið. Því að sem sagt, hérna höfum við þá tengingu inn á transistorinn í staðinn ef við notum NPN og síðan myndum við fara með R3 inn á basin og svo færum við bara með þennan emitterinn bara beint í mínus. Þannig myndum við ganga frá þessu. Sjáu þetta. Þessi hérna væri úr myndinni, hann væri bilaður. Þá getum við gert þetta svona. En til þess að fá háttgildi þarna þá þyrftum við væntanlega bara að fá okkur annan transistor fyrir hérna 555 rásina. En þarna allavega getum við fengið straum í gegnum D2. Það svarar þessari spurningu hérna sko, sem að var hvernig við myndum nota annan NPN transistor til þess að gefa samband inn á D2 ef að T1 væri ónotaður. Og vegna þess að við höfum háttgildi út frá EC1B þegar er í lagi, það er pinni 3, mælipunktur 3, mælipunktur 3 er hérna, það er sem sagt í lagi þá er 0, 1 og 0 og þegar er bilun þá er það háttgildi, láttgildi, háttgildi. Þá fáum við háttgildi út úr mælipunktur 3 til þess að láta rauðu ljósstíðuna lýsa. Þá værum við með háttgildi hér inn á base viðnámið. Þannig getum við rökstuddað með tölunum úr töflunni. Og svo er spurt hérna hvert er hlutverk R5? Það er rauninni að verja ljóstíðuna og transistorinn fyrir of miklum straum og
hve há spenna fellur yfir hana þegar D2 lýsir. Þegar að D2 lýsir þá við sjáum að við höfum verið að mæla 2 volta spennufall yfir D2 og þá í rauninni afgangurinn af spennunni sem fellur í R5 og transistorinn. Það eitthvað smá spennufall yfir transistorinn. Ef við lítum fram hjá því að þá yfirleitt 2 volt spennufall yfir ljóstíður þegar það leiða, svona venjulegar standard ljóstíður, og þá væri í rauninni rétt svar 3 volt sem að fellur yfir R5. Það eru 3 volt. Og já, við vorum eiginlega búin að svara þessari spurningu, við vorum ekki með þessari spurningu áðan. Ef að R2 væri skammhleypt á tengimynd 1, hvernig myndi það lýsa sér í virkninni? Og sem sagt, ef R2 væri skammhleypt, við sögum ef að D1 væri skammhleypt, og það rauninni nákvæmlega það sama sem gerist. Þá rauninni engin töf á bilun og engin töf fyrir því að grænljós kemur aftur. Engin töf í báðar áttir. Já, þá erum við búin að svara því og síðan hérna E-liður, hvað áhrif hefði það á útgang rásarinnar ef pinni 14 væri ótengdur? Við vorum búin að svara því áðan, þá væri útgangurinn fljótandi og rásin í rauninni, eða sem sagt, á tengingin 1, það væri ónótæf, væri biluð. Og síðan hérna ljóstengi, við vorum búin að tala ljóstengið og hér að teikna viðbótarás sem að sína tenginguna inn á ljóstíðuna og síðan áttu þeir að sína líka tenginguna út á tríekkin og tengingu við flaut- og hverfuljós. Þannig að það var bara að risa þetta upp. Þannig var spurningin á sínum tíma það að teikna þessa viðbót við. Þessi 2 viðnám og transistorinn inn á ljóstíðuna og síðan træjekk, stóra træjekkin við flautuna og hverfuljósið og spennugjáin hérna. Það var þá svarið við þessu. Ok. Það spurning hvort við höfum nokkur nægan tíma í að gera svona mikið af tengimyndum, en þannig að það ólíklegt að einhver svoleiðis spurning komi upp. Og síðan erum við búin að fara í aðgerðamagnarásina, svo að við þurfum ekki að endurtaka það. Hérna eru mjög svipuð atriði, sama með NPN-transistorinn. Inn á D4, ef að T3 væri ónótæfur, þá myndum við í rauninni tengja base viðnámið ef að hvað þetta hérna? Ef að T3 33 væri ónótæfur, D4, já, það þessi hérna. Hvar getum við tengt hérna inn á þetta base viðnám ef að þessi hérna væri ónótæfur og við værum með NPN-transistor? Ef við myndum tengja hérna inn á, þá væri ljóstíðan alltaf lýsandi þegar að blikkið væri ekki í gangi, skiljið. Hvar getum við sett þetta? Hvar andhvert merki við útganginn hérna? Þetta ekki nottvirkni hérna? Já. Gætum við ekki prófað að tengja það við hérna? Við útganginn á IC3C. Það væri hægt. Þá myndum við tengja þetta við útganginn IC3C. Base viðnámið inn á NPN-transistor eins og við teiknaði upp áðan. Ok, höfum við tíma til að teikna upp þá rás? Já, það kannski allt í lagi að gera það.
þá myndum við setja þessa rás hérna inn og hérna vorum við með þessa hér og setjum hérna nýja og bætum við hérna inn á þessa. Þá ætlum við að hafa í staðinn, við ætlum að nota þetta hérna R12 og já, ok, þá myndum við færa það hérna örlítið ofar, svona, og við þurfum eiginlega bara, við getum reynt að reynlega að breyta þessum hérna. Og býtum við, sjá, við erum að breyta þessum hérna, þannig að hann ekki lengur PNP, heldur NPN. Þá setjum við bara beina línu hingað, en örina þá myndum við færa þetta hérna upp og teikna inn þetta hér og örvar og sjá, setja emitter örvarna hér, þetta má vera aðeins stærra, svona og síðan hérna líka, svona, þá er þetta komið emitterinn. Og við setjum línuna hérna, heila. Svona. Þá erum við komið með fínan transistor. Við tökum út þessa hluti hér. Svona, færum hann svolítið til. Ok, þá getum við sett þetta hérna upp, svona, ok, og færum við hann á sinn stað, transistorinn, svona, tengjum hérna saman og tengjum svo viðnámið inn á hinn staðinn. Þannig getum við notað NPN transistor í staðinn, skiljið. Við hefum alltaf verið að nota PNP transistora og allt í góðu lagi með það og bara þið eru náttúrulega ennþá meira vanar í þessari gerð hérna, sko, þannig að en hins vegar hefði þurft meiri æfingu að reikna út rásina fyrir NPN transistor. Það er greinilegt að það þarf meiri þjálfun í því. Hérna höfum við þá útganginn á EC3C. Þannig myndum við fá ljósið til að blikka. Ok. Þetta er komið svona. Og það var sem sagt að setja NPN í staðinn, ok, og hlutverk R1 og hve há spenna fellur yfir R1 þegar að D3 lýsir. Þegar að D3 lýsir, það er sem sagt þessi hérna, það er grænljósstjóðan. Og R1, hvað er háspenna yfir R1 þegar D3 lýsir? Þá sjáum við það að þá er lágt gildi hér, hátt gildi hér og lágt gildi hér. Þannig að þá tengir viðvörunarrófin. Þá fáum við mínus hérna megin við R1 og pluss 5 volt fyrir ofan R1. Hvaða spenna er þá yfir R1?
bara 5 volt, ekki? Ó, einfalt mál. Þá það 5 volt, spennandi er 5 volt yfir R1. Hlutverk R1 að hafa möguleika á að hafa lágt gildi eða hátt gildi hérna án þess að rásinn gefi ómikinn straum þegar að viðvarunin er tengdur. Til dæmis ef að R1 var ekki, ef við værum bara með vír alla leið hingað, myndi það ganga upp? Nei. Þá myndum við skammhleypa spennugjáfann, 5 volta spennugjáfann, bara beint hérna milli pluss og mínus. Þannig að R1, hlutverk R1 að gefa hæfilegan straum hérna niður í gegnum viðvarunarófan þegar að viðvarunarófin tengir. Og síðan að gefa samband í gegnum hleðslu inn á C1 að þegar að viðvarunarófin rýfur, þá hlöðum við þéttin. Og þannig að sem sagt, þá höfum við hlutverkið á R1. Gefa hæfilegan straum þegar viðvarunarófin er tengdur og tengja inn á í gegnum R2 til þess að hlaða upp þéttin. Það er hlutverk R1. Ok. Hvernig myndi það lýsa sér rásinni ef að D er öfug og þetta við erum búin að við þessu og hérna erum við þá búin að svara öllu þessu hér. Þannig að þá erum við komin með þetta. Búin að fara í gegnum alla spurningarnar sem við erum með á þessum 3 prófum. Ok. Þá segjum við þessari upptöku lokið nema að séu einhverjar sérstakar spurningar og förum við að klára tengimyndina eða sem sagt kassamyndina í lið 7.